Í síðustu viku voru styrkir Norðurorku til samfélagsverkefna afhentir við athöfn að Rangárvöllum. Alls bárust 94 umsóknir en 43 verkefni hlutu styrk. Mörg verkefni eru á sviði menningar og lista og starfs með börnum og unglingum. Einnig nokkur áhersla á styrki til forvarnarverkefna af ýmsu tagi en ekki síst á verkefni sem tengjast fjölmenningu, nýbúum og flóttafólki. Sem dæmi verkefni sem hlutu styrk má nefna alþjóðlegt eldhús, Alzheimer kaffi, Fjölsmiðjuna, Norðlenskar konur í tónlist og kvíðameðferð fyrir 8 til 12 ára börn. Norðurorka hefur einnig skrifað undir bakhjarlasamning við listasafnið á Akureyri, flugsafnið, iðnaðarsafnið og menningarfélag Akureyrar. Já, Norðurorka sem sagt veitir einu sinni á ári samfélagsstyrki og eins og við köllum styrki til samfélagsverkefna. Það er svona kannski nálgunin sem við höfum notað. Og við sem sagt birtum auglýsingu bara í miðlum hérna á starfsvæðinu og köllum eftir umsóknum styrkina og við höfum hingað til haft þetta bara galopið, hverjir geta sótt og ekki haft eina skilyrði það, þó að það hefur enda verið ræddur svo möguleiki að hugsanlega munum við einhvern tímann þrengja verkefnin sem er að tafla. En allavega frá því við byrjuðum á þessu fyrir 3 árum síðan, þá höfum við haft þetta opið og auglýst eftir styrkjum og við höfum alltaf fengið mjög fjölbreytt verkefnin og mjög gaman að sjá gróskuna sem er í samfélaginu. Nú fenguð þið mikinn fjölda umsókna. Hvernig veljið þið úr? Hverjir fá styrki og hverjir ekki? Já, í þetta ári voru þetta 93 umsóknir sem bárust frá 88 aðilum sem þýðir að sum félög sendu inn fleiri en eina umsókn mismunandi verkefni. Og við höfum gert þetta þannig að framkvæmdaráð Norðurorku skipar vinnuhóp starfsmanna sem fær það verkefni að fara í gegnum umsóknirnar og skoða þær og svona reyna að meta hvernig umsóknirnar falla af okkar markmiðum í styrkveitingum. Og við erum með það inn í okkar stefnumótun að Norðurorka vill vera bakhjarl samfélagsins, þannig að þegar vel gengur hjá okkur þá viljum við gjarnan að samfélagið fái að njóta þess og þetta er eina af þessum leiðum sem við notum. Og þessi hópur sem fer í gegnum þessar umsóknir og skoðar þær og það má eiginlega orða þannig að eins og í þessu tilviki þá auðvitað komu öll verkefni til greina. Við höfum auðvitað aðeins hort á það að einbeita okkur að verkefnum sem eru hérna á svæðinu. Við viljum samt ekki fyrirfram útiloka önnur verkefni. En það er svona einn af póstunum sem við horfum á að verkefni á öllu starfsvæði Norðurorku fái styrki, alveg frá Fjallabyggð og yfir í Þingeyjarsýslu sem er starfsvæðið okkar. Síðan í rauninu við förum í gegnum umsóknirnar, stundum verður til svona ákveðin lína, það koma umsóknir eins og núna, þá komum dálítið margar umsóknir sem tengdust innflytjendum og flóttamönnum, sem þýddi það að það var svona ákveðin fjöldi verkefna í þessum hópi sem tengdust þeim. Nú er mjög svona fjölbreytt verkefni sem fengu styrk, en það var svona ákveðin kannski einmitt svona rauður þráður. Það var þessi æskulýðsmál, listamál og forvarnatengt. Já, það má orða það þannig að við höfum svona í gegnum þessi ár, þá höfum við sett verkefni sem tengjast börnum og unglingum í ákveðin forgang og það áreindar við bæði í íþróttum og listum og menningu og einnig þá í forvarnaverkefnum. Þannig að við getum sagt að það hefur svona í gegnum árum verið ákveðin rauður þráður að við höfum tekið þau verkefni dálítið sterkt inn. Og núna til dæmis þá voru þessi eins og ég nefndi áðan með innflytjendur og flóttamenn, það kom dálítið sterkt inn og síðan forvarnaverkefni. Og þetta ræðist dálítið að því bara hvernig umsóknir koma inn í hverju falli, hvað þessir hópar, hvernig þeir verða til og hversu stórið þeir verða. Þannig að þetta er svona engin ákveðin formúla, heldur svona kannski gerist þetta dálítið eins og maður segir í ferlinu. Og hvað er það sem, í Norðurorka, hvað gerir það fyrir Norðurorku að styrkja svona verkefni í samfélaginu? Já, þá er það eins og ég nefndi áðan að þá erum við að tala um það að reksturinn okkur gengur vel og við erum með það inn í okkar stefnumótun að við viljum vera hornsteinn í norðlensku samfélagi og við lítum á það sem okkar verkefni þá að hluti af okkar rekstarar afgangi, sem maður segja, arði, hann gangi til samfélagsins því að það eru við sem eigum þetta fyrirtæki, íbúarnir hérna á svæðinu. Það eru 6 sveitarfélög sem eru aðal hluthafarnir í Norðurorku, þannig að þetta er svona okkar leið til þess að skila aðeins tilbaka.